Já, ég ætla að flytja ykkur hérna nokkur orð og ég kalla þetta bæn syndara. Í ágúst 2012 var hinn 50 ára gamli Marvin Wilson tekinn af lífi í Texas. Það var þriðjudagskvöld þegar líf hans var lokið með eitursbrautu. Lögmenn Wilsons hafði reynt að koma í veg fyrir að hann væri lífláttinn með að segja að greindarvísitala hans væri svo lág að hann var ekki hæfur samkvæmt lögum til að hljóta dauðarefsingu. Þeir hefðu ekki árangur sem erfiði. Wilson var fundinn sekur aðild að morði á uppljóstara í eiturlyfjamáli 20 árum áður. Þá hafði hann verið aðeins 22 ára gamall. Ég tilbúinn, voru kveðjuorð Wilson. Síðan sagði hann: Ég kom hingað sem syndari, en fer sem frjáls maður. Taktu mig heim, Jesú, taktu mig heim, drottinn, ég elska ykkur öll. Þetta var bæn syndara sem hefði verið í fangelsi í öll þessi ár. Taktu mig, drottinn, sagði þessi maður, sem talið var svo heimskur að lögmönnum sínum að hann var ekki hæfur til þess að vera tekinn af lífi, ekki hæfur til að hljóta dauðarefsingu. Þessi maður hafði þrátt fyrir það þá gáfu að upplifa og viðurkenna að hann væri syndari. Hann hafði drýgt alvarlegan glæp og hann iðraðist og hann leitaði til Guðsins. Til Jesú fyrirgefningu, hann játaði og hann upplifði fyrirgefningu og frelsun frá öllum sínum syndum. Hann upplifði frelsi trúars manns og var tilbúinn að taka við refsingunni og hann var tilbúinn að ljúka þessu lífi og bíða frelsara síns. Við erum öll syndarar eins og segir í Rómverjabréfinu 3. kafla 10. versi, eins og ritað er. Ekki er einn réttlátur, ekki einn. Biblían segir skýrum stöfum að við séum syndarar. Við erum öll syndarar og höfum þörf fyrir miskunn og fyrirgefningu Guðs. Í Títus bréfi 3. kafla 5-7. versi segir: Þá frelsaði hann okkur ekki vegna réttlætisverkanna sem við höfum unnið, heldur frelsaði hann okkur af miskunn sinni. Það gerði hann í þeirri laug endurhæfingarinnar og endurnýjunar heilags anda sem hann lét ríkulega yfir okkur streyma, sagði Jesú Krist, frelsar af oss. Þannig eru við réttlætt fyrir náð hans og urðum í voninu erfingjar eilífs lífs. Bæn syndarans er beiðni náð í stað dóms. Hún er ákall miskunn í stað reiði. Ég er syndari. Ég skal viðurkenna það að ég á oft erfitt með að átta mig á því að það sem ég gerist að sé rangt og stundum átta ég mig ekki á að ég hafi syndgað fyrr en eftir á og stundum veit ég vel að ég er ekki að gera rétt en gera það samt. Pétur postuli sagði Rómverjabréfi 7. kafla og 19. versi: Hið góða sem ég vil gjöri ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjöri ég. Svo sannarlega get ég tekið undir þessi orð Páls og það kemur upp í huga mér það sem Sigurður Bjarnason heitinn sagði eitt sinn. Þú getur ekki gert að því hvort dúfa fljúi yfir höfuð þér, en þú getur ráðið því hvort hún setjist þar að og búi sér til reiður í höfði þínu. Ellen G. White segir, ég manni bara ekki hvar ég fekk þetta hjá Ellen G. White. Hvernig á maðurinn að réttlæta sig fyrir Guði? Hvernig getur syndari orðið réttlátur? Það er aðeins fyrir Krist að við komumst í samræmi við vilja Guðs og heilaleikann. En hvernig hefur við að komast til Krist? Enn í dag spyrja margir sömu spurningar og mannfjöldin forðum á hvítasunudaginn þegar hann hafði samfærst synd sína og hrópaði: Hvað eigum við að gera? Og svar Pétur hófst með orðunum: Gerið iðrun, og skömmu síðar
sagði hann við annað tækifæri, gerið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Bæn syndar er bæn til Guð sem hann fer með þegar hann gerir sér ljóst að hann eða hún er syndari og þarfnast frelsara. Bæn syndara ber einungis árangur ef hún speglar umburðarlaust hvað biðjandinn veit, skilur og trúir varðandi syndi sínar og þörfina fyrir hjálpræði. Sjálfur Davíð konungur syndgaði og bæn hans eftir hrösun hans sýnir ljóslega sanna hryggð vegna syndar. Iðrun hans var mikil og einlæg. Hann bar ekki við að bera í bætifloka fyrir afbrot sitt. Bæn hans var ekki borin upp af óskum að komast hjá yfirvofandi refsingu. Davíð sá hversu skelfilegt brot hans var. Honum skildist saurgun sálar sinnar og honum hraus hugur við synd sinni. Hann bað ekki einverðingu fyrirgefningu, heldur og hreinsun hjartans, hreinleika hjartans. Hann þráði fögnuð heilagleikans svo hann mætti á ný komast í samfélagi við Guð. Þessi voru orð sálar hans í 32. Davíðssalmi 1-11 til að lesa það. Sæll er sá ef afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður drottin tilreknar eigi misgjörðir, sá eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín. Allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt yfir mér. Lífsvökvi minn þvar sem í sumar bresku. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Og ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Þess vegna bið ég þig, sérhver trúaður, meðan þig að finna, þótt vatnsflóð komi, nær þar honum megi. Þú ert skjól mitt, þú lausir mig úr nauðum, með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn. Er þú átt að ganga, ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið þeir sem hestar eða skinnlausir múlar, með taum og bestli, verður að temja þrósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann treysti drottni, umlíkur hann elsku, gleðjust yfir drottni og fagni þér réttlátir. Kveðið fagnaðar hróp við allir hjartar hreinir. Já, sjálfur Davíð konungur var syndari, hann iðraði svo sannarlega og hann bað bæn syndarans frammi fyrir Guði sínum og hann var þess fullviss að Guð leysti hann frá nauðum og syndum. Jesú reis upp frá dauðum, hann sigraði dauðan og gerði okkur mögulegt að rísa upp líka. Við getum svo sannarlega glast yfir að Kristur upprisinn og hann bar syndur okkar upp á krossin. Svo þeim frjáls. Það gleði dagar því að frelsari okkar upprisinn. Við getum glaðst yfir að eigum þessa von og fullvissu eilíft líf á himnum. Því Jesús sagði að hann kæmi aftur þegar hann hefði búið okkur stað til að sækja okkur svo við getum verið hjá honum. Þá verða gleði dagar þegar við hittumst á sem eru sofnuð og undan okkur, ástvini og vini sem eru farin, sum löngu farin og undan okkur og við getum fagnað og tekið undir orð Marvins og sagt, ég kom hingað sem syndari en fer sem frjáls maður. Taktu mig heim, Jesú, taktu mig heim, drottin. Ég elska ykkur öll. Og Jesú elskar okkur öll, hvert og eitt. Og hann tekur á móti okkur með opin faðmið þegar hann kemur að sækja okkur.